Næsta atriði á þessum streymis tónleikum okkar hérna í hinu húsinu Una Skram. Gjörðu svo vel. Já, ég heiti Una Skram og þetta eru strákarnir Arnar Ingi Ingason og Reynir Snær. Ég og Arnar vinnum ógeðslega mikið saman þessa dagana. Við erum að vinna í mixtapei sem kemur út vonandi bráðum og við ætlum að nýta þetta tækifæri og taka nokkur lög sem eru ekki komin út og koma sérst út á þessu mixtapei. Og fyrsta lagið Pretty When I'm Pissed Off. Gjörðu svo vel. I'm getting too close to you. I'm not trying to do this again. I don't have the time for none of it. I don't have the space in my head. I'm not waiting up for somebody to call. What a waste of my time. I need a break from it all. Some peace of mind. Don't call me boo or baby. I ain't your baby. I've been thinking I don't want nobody close to me like that lately. So don't treat me too nice. Promise it'll only backfire, 'cause I look pretty when I'm pissed off. That's probably why these boys stay pissing me off. Say don't treat me too nice. Promise it'll only backfire, 'cause I look pretty when I'm pissed off. That's probably why these boys stay pissing me off. You're moving too fast for me. Trying to take this somewhere I don't wanna go. That's not how it's supposed to be. I tell you, but you already know. I have let you get close enough now. You said I should open up to someone, but maybe it's not me, it's closed off. Maybe it's that you're not the right one. Won't call you boo or baby. You ain't my baby. I've decided I don't want nobody close to me like that lately. So don't treat me too nice. Promise it'll only backfire, 'cause I look pretty when I'm pissed off. That's probably why these boys stay pissing me off. Say don't treat me too nice. Promise it'll only backfire, 'cause I look pretty when I'm pissed off. Probably why these boys stay pissing me off. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Una, og takk fyrir að koma hérna og heiðra okkur með nærveruðinni og þessu frábæra undirleik. Bara takk fyrir að fá mig. Kannski bara svona fyrstu, þetta eru furðulegi tímar sem við lifum núna. Hvernig hefur þetta ár verið fyrir þig? Já, spes, mjög spes. Ég náttúrulega bý erlendis og mér var svolítið hendinga heim vegna veirunar og fekk svo veiruna sjálf. Svo það var ákveðin lífsreynsla, en þetta búið að gefa mér samt rosalega margt, meiri tíma til að vinna í tónlist og tíma með fjölskyldunni og svona. Ég er eiginlega bara þakklát fyrir þessa tíma, sko, og bara dreg jákvæða hluti
Já, mjög gott að heyra. Árið 2019 þá gefur út plötuna Energy, eða þröngskífuna Energy, og hún féll í frjóan jarði hérna heima og fékk góðar undirtektir. Hver svona aðdragandinn að því að þú gafst út þá plötu? Hver svona þín forsaga? Ég hef bara verið að syngja frá því ég var barn og alltaf fundist það ótrúlega gaman. Og það eru 2 strákar þarna í Ratio sem að gera þessa plötu með mér sem að ég var með í MR og eru góðu vinir mínir sem að höfðu samband við mig og þeir voru svona að prófa sig áfram í tónlist sjálfur. Þannig við svona, já, við vorum eiginlega bara svona fikta við þetta saman og þeir voru að vinna með GTRN og Club Dub og svona og langaði bara að prófa að gera fleira, búa til öðruvísi og fengu mig bara til að koma og kíkja og í stúdíóið og úr því eiginlega var bara Energy, sko. Já, frábært. Það svona, ég tek eftir að þú líka mikið verið í samstarfi við aðra listamenn og bæði sungið inn á þeirra lög og aðrir listamenn inn á þín lög. Er samstarf kannski ákveðin svona lykil þema í þinni tónlistarsköpun eða hefur... Já, að einhverju leyti algjörlega. Ég geti aldrei gert þetta ein og fólk í kringum minn alltaf veitir mér innblástur og aðstoð og mér finnst ótrúlega gaman að vera búin að að experimenta smá að syngja á íslensku af því ég er náttúrulega ekki vön því og er búin að syngja hjá öðrum á íslensku nokkru sinnum á þessu ári sem ég fannst geðveikt en það á ennþá eftir að koma að því að einhver syngi inn á lag hjá mér þannig að ég er mjög spennt fyrir því og vinna því. Já, nákvæmlega. Þú segist það eru búsett erlendis, leyfist mann að spyrja hvar? Já, ég er í söngnámi í Englandi. Í London og núna er ég bara alltaf á Zoom-tímum í söng. Já, er það ekki áhugaverð? Það er fínu spes, en það er líka smá að gefa manni, svona svigrúm einhvern veginn til að bara gera þetta á sín megin hraða og maður bara vinnur sig í kringum þetta einhvern veginn. En þú þá væntanlega smá innsýn inn í tónlistarsenu annars staðar hérna á Íslandi. Myndirðu segja að þetta væri einhverju leyti sérstök þessi íslenska tónlistarsenu okkar eða á þetta sér samhljóm í víðara samhengi? Þetta er svolítið erfið spurning, en íslenska tónlistasennan er pottþétt, sérstök og ég held hún sé ein svona þægilegasta senan til þess að byrja í og ég finn fyrir rosa mikil svona samstöðu og peppi frá öðrum tónlistamönnum og svoleiðis að því þetta er lítið land og bara það segir sér sjálft að þá eru hlutirnir öðruvísi einhvern veginn. En það er nóg framöndan, þú ert að vinna í frekari músík. Hver er munurinn svona götu heitið á mixteipi? Hver er munurinn á mixteipi og plötu? Bara svo ég skilji. Ég sá einmitt svo fyndið tweet daginn sem var eitthvað svona allir eru að gefa út mixteip sem eru samt bara plata. Málið er að það er í rauninni ekki beint munur á þessu nema hvernig þú skilgreinir þetta sjálfur þannig sé. EP-plata er EP-plata því hún er ekki meir en 6 lög og mixtapeið sem ég er að fara að gefa út er mixtape því ég er bara ekki tilbúin að gefa út plötum. Fyrir mér er það svona stórt skref og mér finnst það líka bara svona passandi fyrir hvernig ég og Arnar og fleiri höfum verið að vinna hana rosa svona hér og þar og ég hef verið úti og verið að koma heim og svo aftur út og síðan kemur COVID og við erum að færa okkur á milli stúdíóa rosa mikið og prófa nýja hluti þannig að þetta er svona mix, skilurðu og þess vegna, miklu meira mixtape fyrir mér heldur en plata, sko. Vissulega lýsandi að því leitinu til. Já. Nú er vonandi eitthvað ungt og upprennandi tónlistafólk að horfa á þessa útsendingu okkar, heyrið þið syngja og hugsar, ég væri nú til í að gera eitthvað svipað. Einhver ráð sem þú myndir gefa einhverjum ungum og upprennandi tónlistarmanni eða konu til að koma sér á stað og svona á endanum mögulega gefa út plötu eða mixtape eða EP eða hvað það heitir? Bara standa með sjálfum sér og vera með sjálfum sér í liði og bara keyra á þetta, bara byrja, bara einhvern veginn, hvað sem það þýðir fyrir þér, að bara treysta á þig og trúa á þig og gera þetta bara. Ég held að, það er einu ráðinn sem ég hef. Ég held að það sé mikill sannleikur í því, en að því sögðu þá slútum við þessu massi og heyrum meira af fallegri músík. Kæra þakkir fyrir að koma. Takk fyrir. Næsta lag er With or Without af nýja mixtapeinu líka.
spend time so sober. You buy the wine before you come over. Oh. I tried my best to keep my head clear, but I end up saying things you don't wanna hear. Oh dear, I'm not myself when I'm off that stuff. Talk like I wanna get cuffed when really, baby, I just wanna fuck. Ooh, that's why you think I'm getting carried away. We're moving too fast, but what can I say? I like you. With one or without the one, with or without, don't care, babe. Getting carried away. We're moving too fast, but what can I say? I like you. With one or without the one, with or without, don't care, babe. Next day all hot and boy, they can barely remember what went down. Say to myself, are we gon' stay sober and talk shit over next time I come around? But you pull up with a bottle, you pour me up a double, and I say fuck it, let's show out. You want me good and I talk shit, and that's the routine. Next thing I know, you got me deep in my feels. I'm getting carried away. We're moving too fast, but what can I say? I like you. With one or without the one, with or without, don't care, babe. Getting carried away. We're moving too fast, but what can I say? I like you. With one or without the one, with or without, don't care, baby. Said we're getting carried away. We're moving too fast, but what can I say? I like you. With one or without the one, with or without, don't care, babe. Getting carried away. We're moving too fast, but what can I say? I like you. With one or without the one, with or without, don't care, babe. Takk fyrir. Næst og síðasta lagið er hérna gammalt gott. Það Energy sjálft. Ég hef hérna ekki mikið fengið að spila með svona hæfileikaríkum hljóðfæraleikurum live, þannig að við ákváðum að dempa það aðeins niður og já, gera svolítið svona öðruvísi útgáfu með þessum hljóðfærum af þessu lagi. Takk æðislega fyrir mig og okkur. Þetta svo gaman að fá að spila smá live og já, takk fyrir að horfa, þeir sem eruð að horfa. Got the energy, you running on my mind like all the time. Ooh, baby, you killing me. I love it that I get to call you mine. How you got the energy, you running on my mind like all the time. Ooh, baby, you killing me, and now you look so fine. Told you when I met you, I knew I'd get you stuck in my head. And
I felt it from the first kiss. I get addicted to this like a cigarette. And since then we've been moving strong. Who knew it would last so long? This is like the 50th song that I write about you, baby. How you got the energy, you running on my mind like all the time. Ooh, baby, you killing me. I love it that I get to call you mine, 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 mine. Ooh, how you, 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 how you. It ain't rocket science, you got the right appliances to make me fall head over heels. You don't even have to do much, we skipped the games, they too much, and it was a done deal. Since then we've been moving good, let's keep that going, that going. Love is so misunderstood, but we got it down, baby, we got it down. How you got the energy, you running on my mind like all the time. Ooh, baby, you killing me. I love it that I get to call you. How you got the energy, you running on my mind like all the time. Ooh, baby, you killing me. And how you look so fine. Ooh, first time that you kissed me, I knew. You never believe me, but it's true. I've been down for you from the start. Even when times are hard and it hurts my heart, I don't wanna part always. I'm gonna stay. This love is both work and play.